Hæ, við heitum Birta og Kristín Sif og ætlum að kynna fyrir ykkur heimspekinginn og sálfræðinginn Aristóteles. Aristóteles fæddist árið 384 fyrir Krist í borginni Stagírú við austurströnd Makedóníu og dó árið 322 fyrir Krist. Hann var af grískum ættum og átti efnaða foreldra sem hann missti ungur. Þegar hann var 17 ára gamall fór hann til Aþenu til að stunda nám í akademíunni, skóla sem maður að nafni Platón stofnaði. Hann var í 20 ár í akademíunni, fyrst sem nemandi og seinna sem kennari og þá samstarfsmaður Platóns. Þegar Platón dó flutti Aristóteles þangað sem Tyrkland er í dag og kynntist á Þeófrastosi sem átti eftir að verða einn nánasti samstarfsmaður hans. Á þessum tíma giftist hann Fyþíu. Sagan segir að í kringum 343 fyrir Krist að Filippus annar, konungur Makedóníu, hafi borið Aristóteles að vera kennari Alexanders mikla, sonar síns. Þegar Filippos var myrtur 2 árum eftir að náðu völdum yfir Grikklandi tók Alexander við af honum. Þá flutti Aristóteles aftur til Aþenu og bjó til skólann Lykeon. Næstu 15 árin starfaði hann þar. Þegar Alexander var drepinn fóru Aþenubúar í uppreisn gegn yfirráðum Makedóníu. Í þessari uppreisn var Aristóteles kærður fyrir að skrifa ill Guð í ljóði sínu sem var skrifað til minningar frænda Pyþíu. Það varð til þess að hann flúði frá Aþenu því hann vissi að Sókrates hafi verið dauðadæmdur vegna sams konar sök. Áður hann flúði sagði hann ætlaði ekki að láta Aþenubúa brjóta aftur gegn heimspekinni. Hann settist að í húsi sem móðir hans hafði átt á eyjunni Eríubóu. Aristóteles lést ári seinna. Aristóteles skrifaði mikið af bókum. Á ævi sinni talaði hann hafi skrifað það bil 6.000 blaðsíður en þau rit sem hafa verið varðveist eru það bil 2.000 blaðsíður. Hann skrifaði meðal annars heimspeki, siðfræði, sálfræði, veðurfræði, frumspeki og rökfræði. Á ævi sinni gerði hann mikið af kenningum og ætluðu að fjalla 3 þeirra. Ein kenningin var ein helsta sálfræðistefna Aristótelesar. Hún fjallar það hægt að skipta sálinni í tvennt. Í skynsemishluta sem skiptist í fræðilega og verklega skynsemi og í skynleysishluta sem skiptist í næringarhluta og vatahluta. Skynsemihlutin snýst klókindi, skilning og visku. Skynleysishlutin fjallar hins vegar ánægju og sársauka. Aristóteles vann mikið með frumspeki og talið hún í upptök sín hjá honum. Frumspeki er stundum kölluð fyrsta heimspekin og fjallar hvers konar hlutir eru almennt til og hvers eðlis þeirra eru. Ein aðalspurningin sem Aristóteles vann með í frumspeki er einfaldlega hvað er hlutur? Þessi spurning lítur út fyrir að vera einföld en þegar maður skoðar hana nánar er hún frekar flókin. Þegar Aristóteles var að finna svar við þessa spurningu gerði hann greinarmun á efni, hluta og formi þeirra. Upphaf rökfræði á rætur að rekja til nokkurra verka Aristótelesar. Organánin samsett öllum verkum hans í rökfræði. Í rökfræðinni vann Aristóteles mest með tengingu setninga og fullyrðinga. Rökfræði með flókin fræði er erfitt að skilja en í mjög stuttu og einföldu máli þar sem Aristóteles var að skoða er rökhendur til dæmis. Allir kettir eru spendýr. Öll spendýr eru dýr. Og af þessum 2 forsendum leiðir niðurstaðan allir kettir eru dýr. Saman mynda þessar 3 setningar, forsendurnar og niðurstaðan rökhendu. Eins og við erum búin að fjalla var Aristóteles mjög vitur maður. Hann gerði mikið af uppgötvunum sem hafði mikil áhrif á sálfræðina og flestar fræðigreinar sem til í nútímanum. Takk fyrir okkur!